og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Hafið þið tekið eftir því í fréttum að menn telja við séum að útrýma jörðinni, mengun og allskis ólifnaði og meðhöndlun á náttúrunni. Hér Guð að boða, hann mun koma, hann eyða þessari jörðu sem hún og þeim einnig með sem að eyða í jörðinni. Við erum ábyrg. Guð skapaði okkur og gaf okkur frelsi til að velja og hafna, en hann gerir okkur líka ábyrg fyrir gjörðum okkar. Og ef við förum illa með það sem hann á, sköpunarverkið, þá munum við vera gerð ábyrg á síðasta tíma. Nema það það bil að gerast. Og takið bara eftir í fréttum núna þessa dagana og á komandi dögum. Hvað mikið talað mengun hér og mengun þar og lífið sé að deyja þessu slóðum og hinum slóðum og svo framvegis. Og menn þeir bara núna í vikunni heyrði ég að ykkur læknavísindi voru að gefa frá sér skýrslu að svo og svo mörg þúsundir í ýmsum löndum, hverju landum sig, deyja vegna mengunar í andrúmsloftinu. Og fólkið hafði ekki hugmynd þetta. Og þetta ágerast. Og við förum hérna yfir í 24. kafla hjá Mattheusi, þar sem að þeir að ganga hérna út musterinu, lærisveinarnir með honum og þeir spyrja hann tvívegis þarna hvað verður nú úr komu þinni. Og í 33. versi þá segir, eins skuluð þér vita þegar þið sjáuð allt þetta, og hann búinn að vera að lýsa ýmsu, að hann í nánd fyrir dyrum. Sannlega segi yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt þetta komið fram. Hann að tala kynslóðuna á okkar tímum þegar þessi hlutir gerast. Himinn og jörð munu líða undir lok, segir hann, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Svo menn að segja þessi ekkert að marka Biblíuna. Guð hjálpi þeim á efsta degi sem hafa slíka afstöðu gagnvart orði Guðs. Svo segir hann í versi 36, en þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðirinn einn veit hvenær Kristur mun koma. Jesús veit ekki hvenær. Það faðirinn sem ákveða það. Og úr því að það hefur dregist, eins og segir í Péturs bréfi, segir það þá ekki okkur að Guð, faðir, hann elskar okkur svo mikið að í fyrra lagi fyrsta lagi þá gaf hann soninn til þess að lifa hér á meðal okkar vitandi hvernig þið farið með hann. Og svo í öðru leið þá elskar hann okkur svo mikið, hann getur ekki hugsað sér að vera án okkar alla eilífð. Svo hann dregur þetta og dregur þetta, meira sér Kristur veit ekki hvenær. En faðirinn hefur sínar ástæði fyrir því. Og Mattheus 24 aftur, nema nú það frá 3. versi, þar sem að þeir að koma þarna ofan af, þeir á Ólífjallinu. Þá gengur lærisveinarnir til oss og spurði hann einslega, segð þú oss hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar. Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkuð leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra koma. Þetta að gerast í dag. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpinn verða. Og þetta fagnaðarerindið ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina, öllu þjóðu til vitnisburðar og þá mun endur koma. Og síðasta versi í þessum kafla í Opinberun, það að segja 11. kafla Opinberunar bókarinnar, það svona. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Og eldingar komu, og dunur, og þrumur, og landskjálfti, og hagl mikið. Þarna munu allir jarðarbúar geta séð inn í himinin, inn í helgidóminn hið efra. Og hvað vakin athygli á þar? Það sáttmálsörkin með boðorðinu 10 í, og vitið það geymt inn í hinu allra helgasta sem engin mannlegur vera mátti koma inn í nema æðstupresturinn aðeins einu sinni á ári til að stökkva blóði fórnarlambsins á horni á kistunni sem boðorðinu 10 voru geymt í.
nema núna, í lok tímana, rétt ára Kristi kemur, þá mun Guð galopna himinin, svo að allir jarðarbúar sjá hvað það sem þeir höfnuðu. Þá náðartíminn á enda. Þá of seint að iðrast. En það kemur að því að Drottinn mun sýna öllum þið höfðu rangt fyrir ykkur, sem ekki vildu taka mark á orði hans. Og við höldum hér áfram, bara ég ætla að bregða nokkrum myndum hérna á, að Kristur sjálfur las alla ritninguna og kendi alla ritninguna. Hann benti okkur á boðorðin 10, þau hafa ekkert breyst. Lesið þið fjallræðin og sjáu þið Matthews 5, 17-19 boðorðin 10. En í miltíð eru menn að rótast og reyna að afskrifa Biblíuna sem mögulega þeir geta á alveg sérstaklega 4. boðorði hvíldardaginn, 7. daginn. En í Jóhannesarbréfi í 5. kafla segir að við elskum Guðs börn, þekkjum við að því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskandi Guðs, að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Og hér að lokum segir líka í 3. kafla frá 21. versi: Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum af því að við höldum boðorð hans og gerum það sem honum þóknanlegt. Og þetta hans boðorð, það gerum við því, að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesú Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorð Sá sem heldur boðorð Guðs, stöðugur í Guði og Guð í honum. Eigum við að taka mark á stjórnarskrá himminsins?